Það eru til allnokkur félagaform og í rauninni ætla ég ekki að fara í þau öll hér í þessu námskeiði. Ég ætla að taka svona bara stutta kynningu á þeim helstu, bara þannig áttu ykkur aðeins á muninum. En það félagaform sem ég mæli með og sem að kannski álíka við, eða henta kannski hvað best, líklega 95% af þeim ykkar sem eru að fara í gegnum þetta námskeið einkahlutafélag. Einkahlutafélag eða EHF, í rauninni félagaform þar sem að einn eða fleiri eigendur geta stofnað. Það takmörkuð ábyrgð og það kannski það sem þið þurfið að taka hvað mest eftir þegar við erum að skoða þessi mismunandi félagaform. Það skiptir miklu máli að velja félagaform sem að í rauninni takmarkar áhættu ykkar. Þannig að ef eitthvað kemur upp á í rekstrinum, eitthvað óvænt, að það sé þá ekki kostnaður að leggjast á ykkur persónulega. Í rauninni öll áhættan takmarkast bara við það hlutafé sem þið leggið inn í félagið. Nú, með einkahlutafélag þá þurfa við með hlutafé sem að hljóðar upp á 500 krónur. Það þýðir það að þið þurfa að leggja 500 krónur í peningum inn í félagið og kostnaðurinn við að skrá svona einkahlutafélag hjá ríkisskattstjóra 131.000 og tekjuskatturinn sem að fyrirtæki greiðir 20%. Hlutafélag í rauninni mjög svipað og einkahlutafélag, en það hugsað fyrir örlítið stærri félag. Í hlutafélagi þá þurfa að vera lágmark 2 eigendur, þannig að þið getur ekki stofnað, einstaklingur getur ekki stofnað hlutafélag. Það sama, það takmarkað ábyrgð, en hlutafé töluvert meira, þið þurfa að vera með 4 milljónir króna sem þið leggja inn í félagið og kostnaðurinn við stofnunina í rauninni 2-falt meiri heldur en einkahlutafélagi. Svo eru félög eins og sameignarfélög og samlagsfélög. Þetta, ég held að þetta sé búið að minnka töluvert sem þetta sé notað. Mér skilst að það séu svona ákveðnir einstaklingar sem nota þetta eins og tannlæknar og svona ákveðnir hópar af fólki. Ég mæli alltaf með því ef þið ætla að fara eitthvað annað en einkahlutafélag að þið heyrið þá í endurskoðanda ykkar eða bókara ykkar og vinnið þetta með þeim. En það sem með þessi félagaform það að þarna eru þið ekki með, þarna ekki takmörkuð ábyrgð. Þannig að þið í rauninni ykkar persónulega nafn tengt við félagið, þannig að það hægt að sækja á ykkur ef að félagið stendur ekki við sína skuldbindingar. Hlutafé ákveðið af félagsmönnum, það minni kostnaður við þessi félag heldur en við einkahlutafélag, en það meiri tekjuskattur. Þarna rauninni það sem þurfa kannski að hafa þarna í huga, það ýmis svona bókhaldslegar kostir og gallar við sameignarfélög og samlagsfélög og þetta svona ofstutt námskeið til ég geti kafa ofan í eitthvað dýpra, en ég mæli eindregið með því að ef þið viljið skoða eitthvað annað en einkahlutafélag að þið sittist það niður með sérfræðingi, endurskoðanda eða bókara eða lögfræðingi og svona skoðið raunverulega hvað kostir og gallarnir eru hvert og eitt. En eins og ég segi, í 95% tilfella einkahlutafélag besti valmöguleikinn fyrir ykkur.